Já, komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpi sögu skoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersir Arnónsson heiti ég. Gaman að sjá því hér í dag. Sömuleiðis. Það alltaf mikið gleðitíðindi þegar við komum saman þó það sé nú stundum mislangt á milli. Já, það alltaf gaman. Það gaman að tala sakfræði. Já. Það nú reyndar svo sem mægt að nefna það líka að núna október og þá fagnar hlaðvarpið afmæli. Já. Og það þá orðið 8 ára núna, býst ég við. Nei, 7 ár, fyrir ekki. Ok. Hlaðvarpið 7 ára núna í ár. Já. Þannig að það ekki ónýtt það, sko. Nei. Já, við erum búin að brasa í 7-8 ár. Veist alltaf að fyndi það alltaf þú svarf yfir sínu eitthvað svona, ég segi bara já, ég hef ekki hugmyndum og maður ekkert neitt svona, ég að setjast niður og alveg lítið á þetta. Nei, maður það sem ekki að hafa neina yfirsýn yfir þetta, sko. Nei, gaman að þessu. Gaman að þessu. Já, ég var gaman að þessu, við erum að tala allt eitthvað. Já, við vorum nú hér í síðasta þætti að ræða saman mjög óhugnanlega atburði og ekki atburði. Það var þriðja heimsstyrjöldin svo kallaða, eða þriðja heimsstyrjöldin eins og hinn ágæti Njál Ferguson talað það var kalda stríðið og það var ógnin af kjarnorkuvánni. Og við ætluðum svona að halda aðeins áfram í dag á þessum nótum, svona svipuðum nótum, málefni sem er svona aðeins tengt því. Já. En það var nú alveg svolítið síðan við vorum hér, kannski ég held að sé örugglega komin 2 ár, 1 til 2 ár síðan að við töluðum Júgóslavíu. Já. Á millistríðsárunum og svona júgóslavisman sem svona hugmyndafræði sem að var ráðandi í því ríki sem að leiðin til lok þegar þjóðverjarréðst Júgóslavíu í seinni heimsstyrjöld og þá stóð það alltaf til að við myndum taka svona part 2 af þeim umræðum þar sem við myndum ræða Júgóslavíu eftir seinni heimsstyrjöld og fram að upplausn Júgóslavíu og það nú heldur betur látið bíða eftir sér. Já. Sú yfirferð. Já. En kannski ekkert svo ósvipað einmitt þegar að síðasti þáttur Júgóslavíu var til, ég man að hann var einmitt til í framhaldi af því að við höfum verið að tala Austurríki-Ungverjalandi fyrir heimsstyrjöld og það var svona náttúrulegt svona að taka það fyrir og ég myndi kannski segja að sósíalíska Júgóslavíu sé nú kannski svona ágætis framhald af umræðunum kalda stríð sem við vorum að tala hérna í síðasta þætti, eða ekki? Nei, algjörlega, það er það. Og Júgóslavíu, þetta spilaði náttúrulega mikilvæg rullu í kalda stríðinu. Já, einmitt. Kannski reyndar áður en við byrjum á því, þó þarf ég nú eiginlega að fá að segja það eru skjalafréttir. Nú? Fyrsta lagi dettum við það í huga að núna voru vinir okkar í Þjóðskjalasafni Íslands, þau voru að birta nýja skjalaskrá á netinu sem er mjög flott og það er mjög góðar fréttir fyrir sagnfræðinga og aðra notendur Þjóðskjalasafns að skjalaskráin sem er komin á netið núna mjög aðgengileg og flott. Já. En síðan nú frá því að segja að vinur okkar og frændur normenn eru núna að ganga frá nýjum lögum skjalasöfn og reglugerð sem tekur gildi núna 1. janúar næstkomandi sko. Og þá er henni tekin alveg sko mjög róttæk stefna í átt að því að digitalisera skjöl eða gera skjöl stafrænt aðgengileg. Já. Og hún er henni tekin svo langt sko að núna að því það hefur verið legið fyrir í smá tíma að það hefur verið heimild fyrir því að skanna skjöl, gera þau stafrænt aðgengileg og síðan að eyða pappírnum eftir það. Það hefur verið heimild fyrir því í vissum tilfellum. Já. En núna er henni tekin stefna algjörlega í þá átt að afhendingaskyldir aðilar til Norska Þjóðskjalasafnsins sem eru ríkisstofnanir að þau eiga að afhenda skjöl á rafrænu formi alla leið aftur til 1951 með auðvitað undantekningum en svona höfuðreglan, aðalreglan er svo að opinberir aðilar eigi
að skanna pappírsskjöl og afhenda þau rafrænt og þá geta þau þá þurfa þess ekki en þau mega þá eyða pappírnum á eftir. Það áhugavert. Það auðvitað liður í því náttúrulega að það ekki öll skjalasöfn að springa. Jú. Þetta svo bara áhugavert að nefna þetta bassi tal mitt í vinnunum hjá mér líka. Ég var í þarna, hvað maður kalla svo höfuðstofunum eða sem skrifstofan hjá þarna herrpresta, korpsinu og það góður íslensku. Já. Og þá var einmitt að tala um það var fullt af skjölum og pappirum þar upp á hálofti en það ekki búið að senda það inn vegna þess að það stopp, það ekki hjá skjalasafninu, þeir taka ekki við pappirum að þeir eru að drukna í pappa. Í pappa? Í pappír? Já, eða skjölum. Já, í pappír. En það náttúrulega þetta raunveruleikinn og sérstaklega eftir því sem að maður framleiðir þetta bara meira af skjölum og svona stofnar eins og í dag, það náttúrulega ekki raunhæft svo sem ætla að vera með gera allt á gamla mátan nema út þá fara að byggja gífurlegar geymslur. Þeir segja það norska þjóðskjalasafnið að það séu, hvað það sögur, 190.000 hillumetrar að núti sem að þeir gera ráð fyrir að sé af pappírsskjölum og við vitum það auðvitað við erum að tala um náttúrulega tímabil í sögum mannkynsins þar sem að pappírsskjöl eru, eða skjöl, bara skjalamagn gríðarlega mikið á seinni hluta 20. öldar. Og það auðvitað alls konar ástæði fyrir því meðal annars náttúrulega það þú veist að þú með nýja tækni, það auðveldar að framleiða skjöl, skilurðu? Já. Ég meina fyrst allt handskrifað og síðan verður allt vélritað á ritvél og síðan kemur náttúrulega tölvutæknin fram og náttúrulega fyrir tölvu þá farið þú veist copy-paste og alls konar hluti sem gera það verkum og að skjala framleiðsla verður miklu viðfangsmeiri og síðan stundum með ljósritun og tækni líka sem að náttúrulega gerir það meðal annars og svo þetta líka kannski bara vöxtur ríkisins og hins opinbera almennt vex þannig að það svona samblanda af mörgu sem gerir það verkum að við sjáum gríðarlegan vöxt í skjalamyndun á seinni 20. aldri. Ég myndi nú segja svona með við þau skjöl sem ég að vinna með þá myndi ég kannski segja að það taki svona flug kannski meira svona upp á 1970 kannski sem það byrjar að taka flug en þau segja það í norska þjóðskjalasafninu að 1950 árið sem þið miða við Já. Og þannig að þetta eru praktískar ástæður sem leikja þarna bakvið þeir segist búin að rekna það út að þetta sé auðveldara að ódýrara að gera þetta svona heldur en að byggja nýtt og það svo sem auðvitað alls ekkert óumdeilt Nei. Þetta eru náttúrulega alls konar raddir í þessu og fyrir utan náttúrulega það að viðhorfið auðvitað og það kannski meira svona teoretist viðhorfið auðvitað að það sé kannski í rauninni rangt að taka heimildum fortíðina úr sínu upprunalega kontekst eða samhengi og setja hann í eitthvað annað samhengi sem að þú veist auðvitað að gera með þessu vegna þess að þú veist ef þú tekur pappírsskjöl sem eru kannski frá 1990 eitthvað eða 2000 eitthvað sem eru búin til í stafrænu samfélagi, ég meina samfélagi var í rauninni orðið stafrænt á þeim tíma þú veist allir voru að vinna í tölvum allir voru og þú kannski bara prentaður út pappírinn og skilar hann sem pappír en þú veist þetta samt stafrænt samfélagi eitthvað neginn eða þú veist hálf stafrænt samfélagi eða samfélagi sem að verða stafrænt og svo framvegis en það kannski gildir aðeins öðru máli þegar þú komin aftur til 1970, 60 tala ekki 50 þegar við erum að tala alltaf bara 100% analog samfélag skilur það sem að þetta er pappírssamfélag Já, það er það tölvöru munur þannig að þetta ekki óumdeilt Nei Svo alltaf áhvert að líka hugsa svona líka bara alla innviði í kringum þetta, gagnaverin og raforkurna sem þarf í þetta og slíkt. Já, algjörlega En það stór hluti af því okkur rafmagnsverði að hækka svona náttúrulega út af gagnaverum og ekki minnst eins og við sjáum núna með gervigreindin og slíkt og einmitt líka þetta það var alltaf að vera stafrænt náttúrulega hefur það feiki áhrif. Já, það er náttúrulega ekkit ókeypis að geyma rafræn skjalasöfn heldur. Nei.
og það auðvitað umhverfi sjónarmið sem koma þar inn í líka sem að hefur nú eitthvað aðeins ég hef aðeins heyrt bera á því að það sé að byrja umræðum það að þú veist stafræn varsla ekki bara rafræn geymsla á skjölum ekki bara dans á rósum það líka ákveðið svona umhverfi spor sem að það getur skilið eftir sig. Þau voru til að tala um þetta eitthvað sem var að segja sko að skjalamyndarar í nútímanum sem að búið til skjöl í rafrænum kerfum og þau verða duglega að grísja úr rafrænu kerfunum líka að því að þú veist það að þú gerir með pappísskjölinu auðvitað, þú veist að þú geymir ekkert allt, þú hendir sumu og þau voru að segja að það er svo mikilvægt að gera þetta líka í rafrænu vegna þess að það kostar svo mikið að geyma rafrængögn líka og það verður hálfgert umhverfismál að grísja rafræn skjalasöfn það var eitthvað sem var að færa rauk fyrir þessu og eitthvað í ráðstöfninu sem ég var á. Þá geta hlustendur velti fyrir sér og svara þeirri spurningu, ert þú búin að eyða tölvupóstornum sem þú ert aldrei að fara að lesa Gmailinu þínu eða hvað þú ert að nota því þetta kostar? Já, það kostar. Vel að verka, ég hef ekki eitt mínum en ég eyðir þetta tölvupóstornum í vinnunni en það er líka bara því að nenni ekki að hafa það er svona það var að búið en við erum hvött til þess að eyða tölvupóstum í vinnunni. Já. En mér langar bara til þess að nefna þetta líka því að þetta er hlaður með sagnfræði og mér finnst þetta svo áhugavert að til mér sem á Þjóðskjalasafni Íslands þá hverjum einasta degi þá koma gestir á lestrarsalinn þar og sitja á blaða í skjölum og gögnum frá öllum tímum skilurðu og þú veist á hverjum einasta degi skilurðu, það er bara morgun rútín á hverjum degi að finna það sem á að fara á lestrarsalinn í dag allan þegar ég var að vinna þar. Já. Og þú veist það sem að þetta og það er alveg örugglega þannig líka í Norska Þjóðskjalasafninu gera alveg ráð fyrir því svo sem en það sem að þetta gerir er sko að þegar við erum að skanna skjöl og gera þau aðgengilega rafrænt þá erum við ekki bara að spara pláss heldur þetta líka verið að bæta aðgengi að þeim mjög mikið þannig að þú veist ef að það eru ykkur svona þetta þurfa að vera tæknilega lausnir til staðar til þess að geta þú veist veitt innsýn í rafræn skjöl og það er auðvitað annar hluti af þessu sem að auðvitað Norska Þjóðskjalasafni hefur auðvitað alveg leist ágætlega öður með digital arkífi sem er vefsíða það sem þeir hlaðin skönnuðum skjölum og þetta mun þó gilda fyrir það líka þetta því þá er bara sko þetta aðgengi að skjölum að mun náttúrulega bætast alveg gríðarlega mikið og þú veist við erum að tala um þá það sem að annars hefði verið 190.000 hillumetrar á pappír er þá í rauninni bara hægt aðgengilegt á digital arkífet skilur og nýjustu kröfuna sem eru í þessu regluverki er að það þarf að pappírinn þarf að vera OCR skannaður þannig að það sé hægt að leita í honum líka sko þannig að þú veist þetta mun náttúrulega verða þá svona byltingu sem með tímarit.is þú veist þegar þú gast leita eftir orðum í öllum dagblöðum nema bara fyrir 190.000 hillumetra frá hinn opinbera frá 1951 og upp úr þannig að og þetta er bara svo áhugavert að nefna þetta því ég hef svo sem ekki skoðað nákvæmlega en ég get alveg trúið því að Noregur sé þá núna bara þú veist að staðsetja sig bara þú veist algjör brautriðjandi í þessari stafrænu vendingu sko og er að ganga miklu lengra heldur en allir aðrir held ég alveg að ég þóra fullur að ég veit allir mis Ástralía er með svipulög held ég en það nær þá bara til sko 1980 og Finnar líka eru með einhverja löggjöf svona í svipaða átt sko Danir líka eitthvað en þú getur nú ímyndað eins og fyrir sögu eins og við erum allir að tala um í dag eins og Júgóslavíu eftir seinni heimsstyrjöld þá myndi þetta ná yfir allt það tímabil. Já, algjörlega og komur að segja til þess að koma kannski svona dæmi að þá náttúrulega hvaða skjöl sem er leyfi fyrir byggingu kirkju eða mosku eða hvers konar kirkju það er þú veist, það hefur áhrif á félagslegu söguna og er náttúrulega mikilvæg heimild eins og fyrir sagnfræðing eins og til dæmis sagnfræðing sem væri þá að vinna með Júgóslavíu Einmitt. Eða hvað við að segja umræður
skilti og hvað tungumáli það skilti á að vera á já, það sem var kallað kannski serbísku eða króatísku eða serbokróatíska eða hvað það eða leyfir maður eitthvað sjá albönsku og svona skjölu það eru náttúrulega ómyndandi fyrir það sakfræðing sem til dæmis að vinna með spurningar sem þegar varpa þá ljósi á eitthvað hluta samfélagsins eins og til dæmis í Júgóslavíu og það sem við höfum eftir að tala núna með þessu mismunandi lýðveldi og sjálfstjórnarsvæði og hvað það og langflest skjöl geta auðvitað verið öll skjölu geta verið heimild og varpa ljósi á eitthvað algjörlega. Ég meina svo skjalasafn sveitafélaga sem eru með hundruði hillumetra af sjúkraskrám af þú veist möppum einstaklinga frá félagsþjónustunni til dæmis og hitt og þetta sem að er geymt og þú veist þetta er alveg rosalega mikið þú veist mjög nákvæmum persónuupplýsingum einstaklinga en þetta auðvitað ef að það er alltaf þetta með sem ég er svo áhugavert með svona heimildir auðvitað þú veist þetta er búið til sem í rauninni réttinda mál einstaklingana skilurðu að skjala þær ákvarðanir sem hafa verið teknar einstaklingana í þeirra þú veist þjónustu við hið opinbera og til þess að varðveita þeirra rétt skilurðu en líka til þess að varðveita rétt auðvitað hins opinbera til þess að þú veist að hér er sönnun fyrir því að einhver þjónusta hafi verið veitt og svo framvegis en þegar að sakfræðingarnir setna geta að fara að skoða þessar heimildir í nýju ljósi og draga út úr því hluti sem að koma fram í heimildunum sem að heimildunar eru ekki búnar til fyrir samber náttúrulega bara eins og öllu frægast auðvitað Montilú og þessi dæmi sem að maður ekki svo norna rétturhöldin í Frakklandi á miðöldum sem að sakfræðingarnir notuðu til þess að tekna upp mynd af miðaldaþorpi sem þessi skjöl voru ekkert búin til þess að sína en þú getur lesið þú getur fengið þær svona þessar menningarsögu og félagssögu sem þú getur dregið út úr þessum heimildum og þetta eru auðvitað skjöl sem enn þann dag í dag eru náttúrulega notuð sem í svona réttinda tilgangi skilur að þú sem einstaklingur getur haft samband og beðið að fá sönnun fyrir hinn og þessu og svo framvegis en svo ef þetta verður áfram til eftir 100 ár eða 200 ár þá verður hægt að nota þetta sem innsýn í horfin heim og kannski niður á einhver mjög þú veist lokal samfélag sem er kannski ekkert svo mikið af heimildum til annars kannski en mikið af þessu verður kannski líka grisja, það er alls konar reglur þetta líka, mann svo sem ekkert nákvæmlega hvernig það eru alls staðar svo sem sums staðar er bara geymt þú veist úrval af því eftir ákveðin tíma eftir viðkomandi deyr og svo framvegis og svona en þetta er auðvitað mjög áhugavert upp á það að gera með að því að svo eru þeir sem eru kannski skeptiskir á þessa skönnun og þessa stefnu norska ríkisins í þessari stafrænu vending á því Norðmenn hafa alltaf komið mjög langt í þessu auðvitað samber líka bara hvað eru búin að skanna mikið af bókum og svona, alveg magnað að þeirra á að henda þessu það er alltaf enginn á móti því að skanna eitthvað og gera aðgengilegt, það er bara frábært og náttúrulegt og eðlilegt að það sé gert en þegar að upprunalega skjalið sem er á pappír þegar það er búið að eyða því þá er eiginlega ekki aftur snúið Nei. Og þá kannski koma skeptikerarnir eða kverulandarnir og kannski myndu benda á það að hvað ef að við erum að barmi 3. heimsstyrjaldar eða einhvers hruns á 21. öld sem gerir það verkum að rafræn skjöl verða óaðgengileg af því þú þarftu þetta mjög mikla tækni hæfni í samfélagi til þess að komast að rafrænum skjölum hver sem getur lesið heimildi frá miðöldum eða jafnvel frá fornöld svo lengi sem hann kann tungumálið en þú þarfst alveg mjög sérhæfða tækni hæfileika til þess að geta lesið rafræn skjöl þannig að kannski mun þetta backfæra og þú veist Noregur eftir 1950 verður það tímabil og landsvæði sem við vitum minnstum Nú er ég að hugsa hvað það var að tala hvað við kalla það myrku rafaldir eða eitthvað slíkt að það er ekki til heimildir það
rafrænu myrkualdirnar. Já, eitthvað slíkt. Já. Rafrænu myrkualdirnar. Og svo náttúrulega líka, það getur maður líka velt fyrir sig hvað ef eitthvað alræðisríki myndi komast á laginnar og myndi endurskrifa svona heimildir. Það náttúrulega mikið léttara að gera það ef allt rafrænt. Svolítið svona eins og í 1984 sem voru með ég man ekki hvað kölluð hvort það var upplýsingarráðuneyti eða sannleiksráðuneyti eða hvað það og stór hluti af vinnunni þar var alltaf að endurskrifa bækur og dagblöð og allt þannig alltaf eftir hvernig vindar blésu hverju sinni það er alltaf mikið léttara náttúrulega ef allt rafrænt Já, og náttúrulega með gervigreind líka og svona Einmitt Það er alveg rétt að því, menn eins og alræðisríki eins og þú veist, Sovjetríkin eða Kína eða eitthvað, Þýskaland eða eitthvað tímum nasismans þú veist, það hefði verið erfitt fyrir þau bara praktískt að fara í skjalasöfnin og þú veist, breyta pappírskjölum og falsa þau Það er mikil vinna á stórum skala, sko Já. Það hefur verið ómikil vinna, sko Einmitt Léttara að eyða þeim bara Já, það er það Þetta áhugavert Já, þetta áhugavert En þetta var nú ekki það sem við ætlum að tala í dag Við ætlum að tala Júgóslavíu í dag og hvernig er best að byrja það? Er ekki best að byrja þá, hvað að segja með setni heimsstyrjöldinni fljótt þurfum ekki að fara í sauman á því en það sem er náttúrulega einstakt við Júgóslavíu í setni heimsstyrjöld að Júgóslavíu náðu náttúrulega að frelsa sig sjálf undan oki Þýskalands og Ítalíu og það er náttúrulega var Tito fremstur í flokki með andspyrnu hreyfingu sína og kommunisti og kommunistar voru þá auðvitað sterkasta andspyrnu aflið í Júgóslavíu og þeim þá tekst að rekja þýska herinn út úr Júgóslavíu hægt og rólega, kostaði auðvitað óheimikla blóðsúthellingar og til dæmis að ég mann rétt að þá voru einhver 12.000 manns í kommunistaflokknum eða í svona meira svona leiðandi stöðin á kommunistaflokksins og af þessum 12.000 þá lifðu 3.000 af stríðið. Einmitt, já, ég las þetta líka. Já. Ég man ekki hvað ég las þetta, en já, ég sé þetta. Þannig að þetta var náttúrulega mikla blóðsúthellingar og stríðið var sérstaklega blóðugt í Júgóslavíu og hryllilegt að ýmsu leyti. Þannig að það þýðir mjög mikið af ofbeldi. Já, og hvað var kallað, þú veist, hryðjuverkum og þjóðernishreinsanir og fangabúðir og hvað það var og maður svona, ég einföldu máli sagt að þetta snerist að miklu liti það að Króatar eða öfl innan Króatíu eða á meðal Króata unnu með nasistum, það var samt öfl sem voru mjög óvinsa líka en engu að síður, það voru þarna minnihlutuhópur sem fekk að komast til valda og þeir börðu sérstaklega á Serbum vegna þess að Júgóslavía var alltaf svona fyrst og fremst lituð af Serbíu og stór Serbíu og serbarnir náttúrulega voru þungamiðan í Júgóslavíu alveg frá upphafi á millistríðsárunum já og líka fyrir náttúrulega var Serbía sem var sjálfstæð og stór Serbía og allar þær hugmyndir þannig að þetta var voða mikið hatur þetta þegar stríðið búið því þarna voru Króatar búin að vera að drepa fullt af Serbum og berja á þeim og múslimum og hvað það var og svo náttúrulega serbarnir að hefna sín en það sem Tito stuttumáli sagt vildi var að breiða yfir þessar þjóðernis hugmyndir og spennu með kommunismunum að því Tito þetta var kommunisti og kommunistarnir þetta vildu ekki að það var lögð áhersla á þjóðernishyggju vegna þess að öreigar heimsins saminist Jú og það er það sem er samt svo erfitt og það er allir með sluta því til þeim af hverju sósíalistar eins og Adolf Hitler og Mussolini og fleiri sem voru sósíalistir fyrir heimsstyrjöld okkur þeir snúast eða gegn sósíalismann sem var hafði verið undan þeim vegna þess að þeir sjá náttúrulega það þjóðernishyggjan sem er sterkast aflið það er lærdómur fyrir heimsstyrjöldar verkamaðurinn í Þýskalandi var alveg mikið að drepa verkamannin í Fraklandi eins og hver annar þannig þá er spurningi hvernig náum við samt að einhvern veginn beisla þjóðernisaflið breiða yfir þetta eða sópa undir teppið og byggja Júgóslavíu, land suður slavana á grundvelli þá kommunismans og þetta var þetta mikla blóðsúthellingar og það var margir drepnir og mikið hefndir allavega hefnd og hefndar aðgerður og slíkt og þetta getur maður eitt heilum þætti í þetta en það sem mjög kannski áhugaverðast er að
leggja svolítið áherslu núna á sko, hvað gerði síðan Tito eftir þá seinni heimsstyrjöld og þetta bakgrunnurinn Júgóslavía var þannig séð þurrkuð út konungurinn flúði og það var búin til ný ríki það var búið til Króatía og Ítalía innlimaði mikið af Júgóslavíu og Þýskaland með þess að innlimaði Slóveníu inn í Stórþýska ríkið right, þannig að Júgóslavíu var þurrkuð út og þjóðverjar sendu fleiri þjóðverjar þarna suður eftir til þess að nema land og allan slíkt og síðan þá ná uppreisnarmennirnir að hrekja þjóðverja út og það kostaði bara til þess að benda á svona hversu blóð þetta var að ef einn þýskur hermaður var drepinn þá voru drepnir 100 júgóslavar upp á móti þeir náttúrulega þetta í hefndaraðgerðum þjóðverjar voru alltaf með þessar miðalda aðferðir sínar við lög og reglu sko það alltaf farið svona í það að eyða svona heilu þorpunum sem svona hefndaraðgerðir fyrir svona andspyrnu eins og þau gerðu þetta víðar eins og til dæmis ef þýskur hermaður var særður þá voru það bara 50 sem var drepnir ótrúlegt sko 100 ef hann var drepinn ótrúlegt að þetta er svo ótrúlegt að einhvern svona ein mesta menningar þjóð Evrópu sem að þú veist bjóð til þetta Bach og Beethoven og veist svo færðu þetta víst alltaf ótrúlegt en sko þetta er auðvitað kannski svona ákveðin spurning sem er sem er svona eftirtektarverð náttúrulega hvað júgóslavíska reynslan er öðruvísi heldur en annar staðar og mér finnst oft svona Júgóslaví hún svona henni tekst alltaf að skera sig úr og það er svolítið magnað til dæmis með það sko að þú getur sagt sko að 3 sinnum á 20. öld þá gerðu Júgóslavar akkurat andstætt því sem var trending í annars staðar í Evrópu fyrsta lagi eftir 1918 þegar þú veist trendið var að fjölþjóðleg heimsveldi voru að brotna niður og þjóðríki voru að stofnast að þá velja Júgóslavar hið andstæða sem er að búa til fjölþjóðlegt ríki og svo númer 2 í kalda stríðinu sem við talum á eftir þegar að almenna trendið eða normið í Evrópu var að fylgja sér í 2 blokkir, rauðu blokkina og bláu blokkina að þá velja Júgóslavar að vera þriðja leiðin skilurðu og einhvern veginn að vera hvorugt og taka svona afstöðu gegn báðu og síðan þetta í þriðja skipti eftir lok kalda stríðsins þegar svona hið almenna trend var að nú ætlum við bara öll að leggja niður vopnin og ætlum bara að taka upp markaskapitalisma og lýðræði og allir eru vinir og það verður aldrei aftur stríð í Evrópu aldrei aftur verður stríð í Evrópu og þá taka Júgóslavar sig til og það verður bara eitthvað mesta stríð sem hefur nokkuð tíma sést í Evrópu síðan í seinni heimsstyrjöldinni með hryllilegum þjóðarhersnum og maður veit ekki hvað og stríðskleppum og hvað þannig að og einmitt mjög áhugavert svæði Júgóslavíu út af þessu og svo en síðan auðvitað með seinni heimsstyrjöldina við ætlum með þessu öðruvísi reynslu þar heldur en annars staðar að þú ert með náttúrulega þess að 3 hópa sem er að berjast völdin náttúrulega fyrir utan Þjóðverja og þú ert auðvitað með náttúrulega Króatana Ústase sem eru þá svona öfga últra þjóðurni sinnar Króatar og þú komst það náttúrulega frömdu alveg gífurleg ódæðisverk gegn Serbum og öðrum en kannski aðalega Serbum og síðan ertu með Serba sem voru með sína eigin skærulega hreyfingar stærsta hreyfinginu þetta voru þessi Chetnikar hétu það ekki? Jú Chetnikar það var þessi þarna hvað heit hann? Mikovic já, eitthvað svoleiðis eitthvað þannig gamall ráðherra úr gömlu konungsstjórninu og þeir byrja sem svona kannski svona fulltrúar gömlu royalistana þeir voru svona fulltrúar útlaga stjórnarinnar í London og þar leiðandi svona góði gæinn innan geðsalappa svona svo sem við myndum eiga að halda með
hérna í vesturinn allavega já. en sýndi sig að síðan svona þegar framleiðu stundir að þá voru þeir auðvitað náttúrulega alveg mestu óþokkar sem þú gast fundið þetta líka og mér svo aðeins ég var að lesa hann í stuttum ára sagt hann sá fyrir sér að vesturinn myndi kannski vinna þetta á endanum en hann ætlaði bara svona bíða og sjá til þannig að byggja eitthvað upp en aðalega bara svona bíða eftir að þeir myndu koma sérstaklega eftir þessi leið á stríðið menn sáu svona að þetta væri búið þá var það hans taktík en svo náttúrulega þegar að kommunistar uksu svona og voru að gera svona mikið að þá neytist hann til þess að fara að gera eitthvað og þá var hann uppteknur að því að vera að berja á þeim og þannig að þá endaði þannig að hann var farin að vinna tölvöld með nasistum einmitt, nákvæmlega þannig að þarna ertu runni með þess að tvær svona ultra þjóðurnis hreyfingar sem að enda með því að vinna með nasistum bæði leynt og ljóst og náttúrulega nýta tækifæri til að berja á hver öðrum og síðan náttúrulega kemur auðvitað Tito-arnir í þetta og kommunistarnir eða partisanarnir eða skærulegar þeirra kommunistaflokkur Júgóslavíu var auðvitað til að byrja með náttúrulega bara venjulegu kommunistaflokkur eins og hver annar ekkert svo sem eitthvað mikið öðruvísi heldur en aðrir kommunistaflokkar í Evrópu á þessum tíma fyrir stríð bara venjulegu svona kommentern hollur stalinísku flokkur en færu þetta svolítið svona nýja fæðingu þarna í stríðinu af því að þeir eru í þessu skærulega hlutverki og þú veist af þessum þremur eins og segir þá eru þeir einu sem eru með svona saminandi stefnu svona júgoslavneska stefnu í rauninni sko og menn geta spurt sig sko hvernig stóðu því að kommunistaflokkur Júgoslavíu sem auðvitað var svona stalinískur kommunistaflokkur hvernig gat hann fengið svona mikinn stuðning að því við auðvitað vitum það kommunistar auðvitað eru náttúrulega ekkert allra skilur en hann fekk samt svona viðtakna stuðning og það eru auðvitað kannski ekki síst út af því að kommunistarnir hans Tito þeir voru að vernda fólk frá þessum ofbeldisverkum hinna aðeilana og þeir voru ekkert að taka neina afstöðu í því og þeir voru svolítið að vinna í því að verja þorp frá ódæðum og það auðvitað gera það verkum að margir joinuðu þá og líka, ég meina þegar serbneskar hersveitir koma kannski inn í eitthvað króatískt þorp skilur og þú veist að þeir drepa alla og brenna þorpið og eitthvað og þeir sem flýja hvað eiga þeir að gera skilur, þeir joina náttúrulega bara kommunistana skilur. Já, nákvæmlega. Já, það eina sem var í boði. Og þannig að það gerðist auðvitað líka með tímanum að mikið af liðsmönnum serbana og króatana byrjuðu þú veist að yfirgefa þá og gangi í lið með kommunistunum meðal annars. Og líka mikilvægt að hafa í huga að Tito var líka sérstaklega hæfileikaríkur leiðtogi. Og hann var ekkert endilega og hann var ekki besti hersöðingin eða eitthvað slíkt en hann var sérstaklega góður í að veita mönnum innblástur og hvetja þá einmitt til dáða og það skiptir svo miklu máli sérstaklega í svona aðstæðum sem voru jafn ömurlegar og stríðið í Júgóslavíu að þrátt fyrir það að allt leit út fyrir að vera alveg vonlaust og menn innilokaðir og á síðustu metrónum og þá samt einhvern veginn náði Tito alltaf að halda uppi baráttuandanum og það gerði náttúrulega rosalega aðlegandi sem leiðtoga og hans persónu töfrar og mikið hluti af þessu líka og svo auðvitað líka þetta að auðvitað kommunistaflokkurinn var eitthvað sem var öðruvísi í hvað það varðar að það var líka leið út úr þjóðurnisbröltinu eins og þú segir hvað hreyfingu ætlar að ganga til liðsvið úr Serbi vera með konungssinnum konungurinn flúði og ríkisstjórnin það yfirgáfu Júgóslavíu þessi druglusokkar er að vinna með nasistum og eru hluti af vandamálinu það er að reyna að ganga til þessu eitthvað lítinn flokk einhvers það var, kommunistar voru eina raunverulega baráttu aflið gegn þetta fasismannum og það er mikilvægt að hafa í huga þetta að þetta er náttúrulega beinist líku þetta gegn ítölum og ítalska fasismannum þó að þeirra kannski stundum verið betri en aðstæðnir en þess vegna það er svo áhuga en þessi hreyfing þá vex og styrkist náttúrulega og svo náttúrulega líka það ljóst og sérstaklega eftir seinni heimsstyrjöld er að svona ódæðisverk og slík svona hryðjuverk virka ekki til þess að kaffæra fólk þvert á móti þá styrkist bara andstæðan og
baráttan verður bara harðari og það sjáum við líka, það er allir lærdóm að setja heimstyrjöldar fyrir eitthvað sem dreymir að vera einræðisherra eða ætlar að leggja undir sig landsvæði en það virkar ekki, ætlar að brenna þorp og berja fólk þannig niður. Nei. Þá eykur bara andstöðuna. Og það má nú auðvitað benda til á Gaza líka í þessu samhengi að algjörlega. Þú ert ekkert að búa til neina vini þarna í komandi kynslóðum þarna á Gaza, sko. Nei, það er ekki þannig að menn eru bara svona, já, núna er þetta glemt og fyrirgefið, við leggjum þetta bara baki okkur og höldum áfram. Og það er enda góður punktur líka upp á Júgóslavíu því Tito sagði síðan að kannski ekki alveg í þeim orðum en nokkurn veginn og núna væri þetta glemt og fyrirgefið. En það var það auðvitað ekki og þá er ég að tala um all ódæði setni heimstyrjöldar. En það var síðan sett stopp og það var ákveðið að núna ætlum við ekki lengur að eldast við fólk ætlum ekki lengur að taka menn af lífi og þá ætlum voru teknir af lífi sko 1000 ef ekki 20.000 eftir setni heimstyrjöld. Já. Og það var síðan auðvitað að stoppa það því að samfélag auðvitað getur ekki virkað eða ætlar að halda áfram og sérstaklega þegar það verður fram en svona rosalega ódæði að þá neyðast menn oft eða ætla að vera pragmatískir að sætta sig við að við getum ekki tekið þetta vandamál fyrir. Og það er allir með sluta því af hverju í Frakklandi og í Þýskalandi að það voru mörg stríðsglæpamál og réttarhöld sem kom með töluvert setna töluvert eftir stríð kannski á 7. áratugnum vegna þess allir í Frakklandi að þetta var óviðkvæmt, það var ekki hægt að ganga hart fram rétt eftir 45 að það hefði verið hægt á borgarastríði. Þetta er góð til dæmis gerði það alveg með vilja en þá var þetta svipað í Júgóslavíu en það þýðir þá náttúrulega bara að Tito bókstaflega tók þá bara lokið og skellti á suðupottin og síðan var því bara haldið og pressað og haldið og síðan sögð og kraumaði. Nákvæmlega. Þannig til að síðan sprakk. Sko, viðhorf þeirra þetta til þjóðernis spurningarinnar var sko að þeir buðu upp á nýja lausn eftir lok seinni heimstyrjaldarinnar að þeir manst kannski eftir því þegar við töluðum þetta í síðasta þætti að sko gamla Júgóslavía þar var auðvitað reynt að búa til nýja þjóð sem var Júgóslavar og það var auðvitað reynt að það hvað segir maður bæja niður þjóðirnis hyggju annarra þjóða með því að fókusera á nýtt þjóðureinkenni og þeir gerðu það meðal annars auðvitað með því að sko draga upp ný landamæri sjálfstjórna héraða sem fóru viljandi þvers og kruss yfir þjóðurnis línur og gömlu stjórnsýslusvæðin sem voru í gömlu Júgóslavíu. Já. Þetta var kallað Banat, var það ekki? Já, alveg rétt, jú, Banat. Eða eitthvað líka orð sem er svona bara svona sjálfstjórna héruð sem að hétu bara eftir einhverjum ám eða einhverjum fjöllum eða eitthvað svona skilur algjörlega hlutlaust. Já. En þegar að þeir stofnuðu Júgóslavíu á sósíalískum grunni aftur eftir seinni heimsstyrjöldina þá ákveðu þeir að stofna sjálfstjórna lýðveldi. Þannig að Júgóslavía var svona federation í rauninni frá upphafi eftir 1945. Já. Kannski ekki svo ósvipað eins og í Sovétríkjunum auðvitað og kannski byggir svo hugmynd líka á því að þú veist, það er auðvitað í leninismannum er hugmyndin alltaf svo að þú veist, já, fáið ykkur endilega byggja upp ykkar þjóðernis einkenni og verið með ykkar eigið lýðveldi, Sovétlýðveldi og það er bara flott mál, hafið götuheitin og ykkar tungumáli og svona en síðan þetta er allir bara saman í ykkur bræðralagi og einingu í Sovétríkjunum sko. Einmitt. Já. Og það var kannski svolítið hugmyndin sem að þá kommunista gengu út frá þarna, þeir nefndu þá 5 stofnþjóðir sem fengu sín eigin lýðveldi. Já. Og þar var þá meðal annars réttur til að segja sig úr sambandinu rétt eins og í Sovétríkjunum. Og þetta til þeim skiptir miklu máli, þetta hefur áhrif á okkur enn þann dag í dag. Já. Því þessi sambandsríki, þetta ekki Slóvenía og Króatía og Serbía
Já. Er það Bosnia-Herzegovina? Var það ekki? Jú, Bosnia og Makedónia. Og Makedónia, já. Öll þessi ríki, þetta voru lýðveldi. Já, spurning, og ekki síðan Svartfjallaland? Nei, fyrirgeðu Svartfjallaland, sko, vegna þess að sko Bosnia kemur held ég ekki fyrir en setna, sko. Já. Ég manna ekki nokkuð, það getur vel verið það komið. Slóvenía, Króatía, Serbía, Svartfjallaland og Makedónia, það voru það 5, sko. Já, að því síðan komið líka inn í þetta sjálfstjórnar svæði og það var munur þar á. Já, alveg svo í Sovjetríkjunum. Já, og það segir benda allir með sérstaklega núna allir með þess að Kosovo var sett ekki lýðveldi í sambandsríkjunu, heldur sjálfstjórnar svæði og það þýtti að Kosovo hafði ekki lagalega rétt til þess að lýsa yfir sjálfstæði og draga sig út úr sambandslýðveldinu eða sambandsríkjunu eða hvað við köllum það. Og það hefur náttúrulega áhrif enn þann dag í dag og það er hluti af því af hverju það eru friðargæsluliðar ennþá í Kosovo og ef það væri ekki fyrir þessa friðargæsluliða og það að Serbía er spáríki þá náttúrulega myndu Serbar auðvitað ráðast þarna inn og endurheimta Kosovo því Kosovo er grundvallar atriði fyrir Serba og er hluti af grundvallar góðsögn Serbíu. Serbneska miðaldaríkið var í Kosovo, þá er kjarnin og ennfremur orustan á Kosovo völlum og allt þetta og öll sú saga. Þetta skiptir Serba gífurlegu máli. Já. Og þetta er auðvitað sérstaklega áhugavert upp á, en fyrir það sækjur auðvitað Kosovo, og það er auðvitað önnur saga út af fyrir sig, en Kosovo auðvitað fekk að lýsa við sjálfstæði og er viðurkennt af vestrinu, sem er mjög mikil hræstni samanborið við önnur og svipu sjálfstjórnarsvæði sem var lýst yfir sjálfstæði og sem vestri samþykir ekki. Og það er náttúrulega þetta bara valdabröld stórveldarna sem stýrir því. Já. Herru, já, En þetta er auðvitað, og þetta sýnir auðvitað hvað setja heimstyrjöldin náttúrulega við auðvitað, eins og er auðvitað alveg augljóst en engu að síður og hvernig setja heimstyrjöldin hefur gífurlega áhrif náttúrulega enn þann dag í dag og við náttúrulega lifum ennþá í kjölfar hennar og hvað Júgóslavíu auðvitað hefur ennþá heilmikil áhrif á sögu Evrópu og sögu samtímans. Já, sko ég þegar ég er að googla þetta aðeins meðan þú varst að tala, mér sýnist nú kannski að þau hafi verið 6 frá upphafi eins og þau eruðu síðan. En þetta sem ég var að nefna með Bosníu sko er að það er að Bosníakar kom ekki fram sem sjálfstæð sko þjóðerni fyrir sko 1974 held ég að það verið allavega á 8. áratugnum. Já. En mér sýnir svona á fljótu bragði að þetta hafi verið 6 svona lýðveldi og síðan náttúrulega þessi 2 sjálfstæðni hér sem er þá Kosovo og Vojvodina. Já, alveg rétt. Sem er ungverski hlutin í Serbíu og þetta verður mjög mikilvægur þáttur eins og þú ert að nefna með Kosovo og Vojvodina. Af hverju fengu þau ekki sín eigin lýðveldi og það er eitthvað sem að þau voru alltaf að berjast fyrir svo nefnir og það er vegna þess að það var litið svo á að þetta eru þjóðir sem eru ekki constituent þjóðir í Júgóslavíu vegna þess að það eiga sér heimaland annar staðar. Já. Og þá er bent að það Kosovo Albanar vilja náttúrulega helst saminast Albaníu. Já, og vilja enn þann dag í dag. og þá Vojvodina íbúar þess eru þó Ungverjar að meiri hluta og þeir myndu þá vilja saminast Ungverjalandi og þess vegna var það talið hættulegt að veita þeim sjálfsákvörðunar rétt. Og Tito gerði sér þetta grein fyrir því á sínu tíma og þess vegna svo áhugavert líka en að hann hafa ákveðið að fara þessa leið og búa til þessi lýðveldi og sjálfstjórnarsvæði og búa til þetta sambandsríki vegna þess að svona sambandsríki þú komið með svona grundvallarstofnanir og komið svona grunneiningar og þá er þannig séð auðvitað léttara fyrir sambandsríki að leysast upp og hann gerir svo þetta grein fyrir því en svo auðvitað, við erum að tala um það náttúrulega þarna var Tito og kommunistaflokkurinn að reyna að búa til ríki sem ekki var þjóðernisríki á tímum þjóðernisaldarinnar. Öll ríki í dag náttúrulega eru þjóðríki að einhverju leyti og það er náttúrulega rosalega áhugavert þarna er virkilega verið að fara gegn strömmnum. Svo líka aðeins til þess að skjóta eina því að tala með Bosníakana að því það er nefnilega og líka því við vorum að tala um Íslam hérna fyrir ekki svo löngu. Já. Að þjóðernishyggja
innan Íslams fyrirbrigði sem hefur alltaf staðið mjög veikt. Jú, auðvitað hafa arabarnir verið sérstaklega uppteknir á arabísku en það hefur verið menning frekar og menningarlegt af því að múslimar eru fyrst og fremst múslimar og til dæmis þjóðernishyggja Mið-Austurlanda til dæmis í Sýrlandi og Egyptalandi og þessum löndum margir forsprakkar þjóðernishyggjunar þarna voru kristnir arabar sem þá meðal annars notuðu þjóðernishyggjuna og byggðu upp þjóðernis hugmyndir til þess að reyna að komast frá þessum bagga sem það oft var að vera kristinn í íslömsku ríki. Já. Þú skilur, trúi núna skiptir ekki máli, við erum öll arabar, við tölum arabísku og þetta mjög framandi fyrir Íslam vegna þess að allir fæðast sem múslimar og allt mannkyn eru múslimar og þegar við fættumst Andri þá vorum við múslimar samkvæmt Íslam og svo höfum við bara fallið frá og verið leiddir út í villu hvort sem eru trúlaus eða trúaður eða hvað það eða ekki sé ljósið. Nákvæmlega, og þetta nefnilega svo áhugavert og þess vegna fyrir bosníakana sem serbar litu þá bara sem serbneska múslima eða króatar litu króatíska múslima það áttu þeir sér ekkert engin þjóðar einkenni því þeir voru auðvitað bara múslimar samleitis og Tyrkir voru múslimar eða Albanir eða hvað það var en síðan náttúrulega í svona sterku þjóðernisríki sem reyndi að búa til hugmyndir það, núna eru við öll saman Júgóslavar það var samt alltaf algjör minnlituhópur sem skilgreindi sig sem Júgóslava og þá alltaf var pressan svo mikil frá öðrum þjóðum í Júgóslavíu að bosníakarnir búa sér til þessi þjóðareinkenni og þar sem fyrst og fremst þetta náttúrulega bara Íslam sem þjóðareinkenni en það passar náttúrulega ekki að halla sig bara upp á trúnni þannig að það búa til þessa þjóð innan gæsalappa sem mjög áhugaverð saga og mjög áhugavert ferli og þá Bosnía svolítið svona þeirra heimaland þá Bosnía þeirra heimaland það mjög áhugaverð saga að ég verður líka að nefna það þegar eins og með tungumálið þessi serbo og króatíska og það veist mér líka svo áhugavert að þegar þú ert að tala þjóðir þú getur auðvitað lagt áherslu á hvað öðruvís og aðskilur en þú getur auðvitað líka lagt áherslu á það sem sameiginlegt og saminar og serbo og króatíska og nú kann ég auðvitað ekki serbo og króatísku en engu að segja, ég nú lesið tölvört þetta og til dæmis í einna bókunum sem ég var að lesa núna þá sagði höfundurinn að ætlar að bera þetta saman við ensku og þá þetta eins og bandaríska enska enska eða breska enska og ástralska eitthvað neginn þannig það nú rosalega lítill munur það mjög lítill munur og sérstaklega þá ef menn vilja þess að þetta líta á króatísku og serbnesku sem sameiginlegt tungumál og svo þetta bara nokkuð aðeins öðruvísi mállískur en ef þú vilt það alls ekki þá náttúrulega þetta mismötu tungumálin það það sama með dönsku og norsku þetta líta það sem sama tungumálið og bara mállískur en að því að menn hafa ákveðið að þetta á ekki vera það og ýmsir pólitískir hagsmunir sem stýra því og þá tölum við tungumál og meira sem með makedónískuna það var áhugavert að makedóníska og þetta makedóníska þjóðareinkenni það hefði alltaf getið verið búlgarska eða serbokróatíska en Tito og félagar ákveðu að þannig við núna búið til makedónískt þjóðareinkenni með eigin orðabók og tungumáli og allt það til þess að styrkja þá tilkall sitt til Makedóníu og leysa þetta Makedóníu vandamál því búlgarar gerðu alltaf tilkall til Makedóníu líka og þá var svo áhugaverð hvernig maður sér líka hvernig pólitíkinu þetta var aðstæður á jörðuniðri og á staðnum hvernig það stýrir því að þannig sé allt í það bara búin til þjóð þetta náttúrulega Júgóslavíu náttúrulega bara öll 20. öldin svona eitt allsherjar svona tilrauna verkefni á hérna ýmsu bóa með þjóðernis þjóðarbyggingu hvernig sem þú vilt skilgreina það og í hvað átt sem það á að fara að á fyrir hluta 20. aldar þegar menn voru að reyna að búa til þjóðina Júgóslavar og síðan auðvitað seinni hlutanum þegar menn reyna að þú veist búa til þjappa fólki í kringum þjóðareinkennið Júgóslavi þá sem sko sósíalíska lausn á vandamálinu og þeir auðvitað sóttu sér ákveðna löggildingu þar kommunistar og Tito með því að halda því fram að þeir hefðu leyst vandamálið með því að koma á þessu fyrirkomulagi
og móta svona sameiginlega sósíalíska júgóslavíska sjálfsmynd. Slagorðið þeirra var Bratstvo í Jedinstvo eða bræðralag og eining. Já. Þetta var svona kjarnin í hugmyndafræði Títos alveg frá stríðsárunum og frameftir. Já, einmitt. Og svo sem tókst svo sem alveg allt í lagi, menna þetta kraumaði undir og það voru önnur vandamál og það er áskorunni sem að kannski landið svo sem hafði líka en þetta helst nú allavega saman og þetta helst líka eftir dauða Títos af því að það voru þetta margir sem að spáðu því að þegar að Tito dó 1980 þá myndi allt fara bara beint í borgarastyrjöld eða fara til fjandans. Já. Og menn voru hræddir við það en ríkið lifði samt 11 ár eftir dauða Títos og þau 11 ár voru auðvitað mótuð af alls konar öðrum áskorunum eins og efnahagslegum áskorunum kannski fyrst og fremst. Já. sem einkenndi 9. áratuginn eins og það gerði í öðrum sósíalískum ríkjum mjög slæmur efnahagur og mikil verðbólga og atvinnuleysi og annað sem að hjálpaði ekki til. En samt lifði ríkið og kommunistaríki í rauninni á eina gæsalappa eðlilegum tíma með við önnur kommunistaríki í Austur-Evrópu sko. Fjall ekkert fyrr heldur en hinríkin sem hrundu þeirra eftir að Gorbachev leysti taki á Kremlunni. Já, mitt. Já. Þannig það er auðvitað smá þróun auðvitað þarna í sko stefnu kommunistaflokksins í þessum máli og sko þegar líður á áratugina þessi þjóðernis áhersla á hinn einstöku þjóðabrott hún eykst í rauninni bara eftir þessi líður á áratugina og líka í svona stjórnsýslulegu fyrirkomulagi að þá eykst sjálfstjórn lýðveldana líka með tímanum. Já. Sérstaklega frá með kannski 7. áratugnum og upp úr og 1974 held ég að það verið þá kom ný stjórnarskrá það sem að vald sjálfstjórnarlýðveldana var jókst mjög mikið. Já. Og lagði þá í rauninni svona ennfremur grunninn að því sem koma skildi og þegar var komið fram að endana þá er stundum talað að þú veist, júgóslavíska alríkisstjórnin var orðin mjög svona hólað innan sko. Já, einmitt. Og það var orðið þannig til þess að stjórnmálamenn og svona sem voru þú veist að leita sér að frama það var oft kannski betra að vera hátsettur í króatíska sósíalíska lýðveldinu eða heldur en að fá frekari frama í alríkisstjórninni sko. Já, mitt. Að þá var styrjunni bara að fá minni völd. Já, mitt. Í sumum tilfellum. Þess svona þeirra framliðu stundir. Það sem er svo sérstakt við þessa þróunum mitt líka og hjá sérstaklega eftir því það var þróun hersins. Því það var svo sérstakt að þeir auðvitað voru með júgóslavíska herinn en þeir byggðu líka upp svona lýðveldisher eða svona það sem maður myndi kalla á ensku sem svona militia man nú aldrei hvað maður kalla það á íslensku svona útköllunar her eitthvað sem er þá bundin við lýðveldin en samt voru þjóðvarðarliðið töluvert vel vopnað og mikil vopnaeign í Júgóslavíu og það sem er svo kaldhæðnislegt við þetta allt er að það er ekki nóg með það að þú sért að hóla alríkið að innan hægt og rólega heldur eftir líka byggja upp mismunandi heri þar sem að þú ert bara virkilega svona eftir á hyggja þetta og þegar við horfum á þetta núna þá sér maður svona, já þú ert bara á hraðbrautinni á fullri ferð, þú ert bara búin að stíga bensíngjöfuna í botn og núna er bara borgarastyrjöld og við erum bara að kýra okkur upp í það. Þeir strákar, hvernig getum við sko auki líkurnar á borgarastyrjöld eins og við getum? Hvað með þið króatar byggja ykkur eigin her? Og svo gerum við serbatið það líka. Já, og slóvinnar og allir. Mjög góð uppskrift að borgarastyrjöld. Það er einmitt það, já. Og mjög sérstakt hvernig það var. En síðan er það líka
Nú er náttúrulega búin að nefna að setja heimstyrjöld og svo ofta, hún náttúrulega skipt svo miklu máli en það sem spilar náttúrulega líka rullu og sérstaklega vorum að tala um þessa þriðju leið Títos og hvernig hann reyndi svona að sigla á milli þessara tveggja hernaðarbandalaga og þá Austurblokkin, Varsjárbandalagi, Vesturblokkin, NATO samkvæmt samningum út á Stalins og Churchills þá náttúrulega fjall Júgóslavía meira inn á yfirráðasvæði Bretlands og tilheyri Miðjarðarhafinu sama með Grikkland þannig að þegar Tito og kommunistar voru að biðja Stalin vopn í seinni heimsstyrjöld þá fengu þeir aldrei neinn vopn, fengu aldrei neitt stuðning frá Moskvu sem voru mikil svik og ennfremur að þegar styrjöldinu lauk að þá var Stalin mjög varkári að veita Júgóslavíu stuðning og í raun og veru veitti Júgóslavíu lítið sem engan efnahagslegan stuðning eða neitt slíkt vegna þess að þetta var Miðjarðarhafið, þetta var áhrifasvæði Breta og þetta margt að segja Stalin en Stalin allan ákveðin leitaðist við að virða þessa samninga og samanber það að hann lenti saman við Tito hvað var það grísku borgarastyrjöldina þar sem að Júgóslavar voru að styðja kommunista í Gríklandi og Stalin studdi ekki kommunista í Gríklandi og vildi ekki styðja þá vegna þess að hann vildi ekki styggja Breta þannig að þetta lagði grunninn að þá þessir sjálfstæðu stöðu Títos þar sem það var raunveruleg og sem stafaði af Sovétríkjunum og hræðsla í Júgóslavíu það að Stalin og Sovétríkin myndu mögulega ráðast inn í Júgóslavíu Vildu þetta með algjörlega tala klopningin við Stalin og þriðju leiðina en kannski klára þessa umræðu með þjóðernispakkan vegna þess að en þetta tengist því vegna þess að sko þú veist, þessi þriðja leið auðvitað líka og það að vera svona klemdur á milli stórveldan og svona það auðvitað kannski hjálpaði kannski líka til við að þú veist búa til eitthvað svona séreinkenni stappa saman mannskapnum og svona algjörlega það hefur ekki hjálpað til við þetta sko en mér datt í huga því að við vorum að tala um þess að þjóðernistölur sko að því að þú ert auðvitað með náttúrulega innbyrðis líka á milli þessara þjóða í Júgóslavíu að það sko kannski grundvallar ástæða líka akkur fyrir því að þetta gekk oft svona illa var náttúrulega þú veist þessar sögulegu djúpstæðu ástæðu fyrir því eða þessar djúpstæði munur á sögu þessara þjóða sem við tókum vel fyrir hérna í síðasta þetta eru tölum Júgóslavíu fyrir 2 ára síðan eitthvað hvernig syðri helmingurinn var þú veist hluti Ottomanríkinu og nyrðri helmingurinn var hluti af Austurríki-Ungverjalandi og þessar andstæður voru gegnumgangandi líka í sósíalísku Júgóslavíu það var alltaf einhvers konar svona spenna og mótsögn á milli norðurhlutans og suðurhlutans norðurhlutin var alltaf þróaðri ríkari og gekk betur með í þessum kommunísku tilraunum sínum að það var auðvitað oft þannig að það þurfti náttúrulega að hjálpa þessum svæðum í suðri sem voru minna þróuð og svona og það skapaði andstæður og vesen að þetta voru auðvitað fyrst og fremst landbúnað samfélög þarna í Kosovo og þar og kommunistaflokkurinn var einhvern veginn alltaf í einhverju svona endalausu bastli að einhvern veginn tróða einhvern milliveg þú veist á milli einmitt þjóðernisspurningarinnar en líka sko upp á jafnvægin á milli norðursins og suðursins efnahagslega til dæmis og síðan sem kemur inn í þetta líka þetta sem við viljum að tala um líka eftir sem er náttúrulega þessi sérstaki júgoslavneski kommunismi eða sósíalismi sem að þeir voru að keyra það sem að þurfti alltaf að vera með eitthvað svona jafnvægi á milli sko efnahagslega sjálfstjórnar fyrirtækjana og síðan ríkisinngripps og ríkisfjárfestinga ofanfrá og það var einhvern veginn alltaf þessi endalausi svona jafnvægisgangur sem þið þurfti alltaf að reyna að fara í sem var erfitt fyrir þá en síðan auðvitað datt í hug því vorum að tala um þróunina með Albanana og Bosníakana sem koma þarna inn setna við fletti þarna upp tölum og því þú sagði líka einmitt sko Júgoslavar þá voru fáir sem að skilgreindu sig sem Júgoslava sko hérna eru tölur frá Wikipedia yfir prósentur þjóðernanna í Júgoslavíu 1961, 71, 81 og 91 og þá sjáum við sko serbar eru
42%, 61%, Já, Króatar 23%, Bosníakar 5,3%, Albanir 4,9%, Slóvenar 8,6% og Makedónar 5,7%. Svo ef við skoðum sko trendið fram til 1991 að þá rauninni trendið sko að hlutfall Serba og hlutfall Króata það minnkar og hlutfall Slóvena líka, það minnkar líka en ekki jafn mikið og hlutfall Serba og Króata. Serbar fara frá því að vera 42% niður í 36%, Króatar fara úr 23% niður í 19%. Já. Makedónar standi í stað 5,7% og eru 5,8% 91 og Slóvenar minnka 1% úr 8,6 niður í 7,5. En auðvitað þeir sem að stækka sem hlutfall af heildinni, það auðvitað Bosníakar sem fara úr 5,3% upp í 10%. Já. Og Albanir sem fara úr, eða Kosovo Albanir sem fara úr 5% upp í næstu, 9,3%. Já, einmitt. Og það auðvitað ákveðið trend þarna. Og júgoslavneska þjóðernis einkennið, það alltaf mjög lágt sko, það 1,7% 1961, 71 1,3%, fer síðan upp í 5 árið 81 en droppa svo aftur niður í 3% 91. Já, þetta nefnilega fyrst fyrir ávart og þess vegna Júgóslavíu svo gott dæmi þjóðaruppbyggingu og þjóðareinkenni og hvað það erfitt að brjótast út úr þjóðernis paradigmanum og þjóðernishyggju og hvað það mikið grundvallar atriði hjá fólki að skilgreina sig út frá tungumóli og þjóðerni. Það að tala samt samfélag sem hefur gífurlega löggildingu þegar þú kemur út úr seinni heimsstyrjöld, út með glæsilegan leiðtoga sem öflugt sameiningatákn, náða frelsa Júgóslavíu, barðist gegn einhverjir mestu ílsku sem maður getur ímynda sér og með þessa hvað maður segja, sósíalistísku hugmyndir sem snúast bræðralag og vináttu og stuðning og allt þetta og svo, þetta getur alltaf að tala hver raunveruleikin var og eitthvað slíkt en einhver síður, það er ímyndin og þrátt fyrir það að þá náður ekki nema hvað upp í 5%. Já, þeirra best lét sko 5,4% 81, 1981 sem þá strax eftir dauða okkar manns. Einmitt. En þarna auðvitað augljós trendi náttúrulega, þú veist, þessar tvær stóru þjóðir sem voru alltaf svona ráðandi, ég meina Serbar og Króatar, það fólk sem að identifisera, að því náttúrulega þetta auðvitað, fólk gefur þetta upp held ég, lítur að vera þannig. Jú. Að fólk sem að, skilgreina sig sem Serba og Króata, þeim fer fækkandi hlutfallslega, að því það nú alla mikið nei, þetta er ekki innflutningu fólks utanfrá, þetta lítur að vera skilgreiningar atriði bara. Já, fæðingatíðnin. Jú, reyndar, fæðingatíðnin. Albanarnir mikið hærri fæðingatíðni og það sem við breytt Kosovo. Já, auðvitað. Náttúrulega Serbum fjölgar auðvitað líka, þeir fjölga auðvitað úr 7,8 milljónir upp í 8,5 milljónir á þessu tímabili. Króatum fjölgar úr 4,2 upp í 4,6. Bosníakar fjölgar úr 970.000 upp í 2,3. Einmitt. Og Kosovo-Albanir úr 914.000 upp í 2,1. Einmitt. Já. Þannig að en fæðingatíðin heldur að það geti skýrt svona mikla fjölgun á 40 árum. Algjörlega. Og þetta við sjáum líka í bara öðrum samfélögum, Ísrael til dæmis og réttrúnaða gyðingarnir þar. Eða Bretland og allir áhvert í ansið umræðinni í Bretlandi hefur aukast að því að það sem er sérstaklega viðkvæmt er þegar að ráðandi þjóð eða ráðandi afl finnur fyrir því að það sé að missa stöðu sína og upplifir sér sem ógnað af öðrum og þá stór aukast líkurnar á borgarastyrjöld og þetta hefur verið rannsaka töluvert og það eru fræðimenn sem verið að tala þetta og það er allir það sem maður að sjá í Bretlandi í dag. Sábert allir með svona englismenn eru í minnihluta í Lundunum hvítir engilsaxar eru í minnihluta í Lundunum
og það náttúrulega stór hlut af því útskýringunni fyrir því af hverju við sjáum þessar breytingar og hreyfingar sem í Bretlandi í dag og að því fæðingatíðnin skiptir svo miklu máli og ef þú sér náttúrulega líka svona Júgóslavíu Króatíu Serbía, jú, en það var kannski sérstaklega Króatíu og Slóvenía sem var nú svona ríkasti hlutin og það var náttúrulega lægri fæðingatíðin en til dæmis fátækasti hlutin sem sérstaklega á Kosovo og Albanir þar og svona hlutir hafa áhrif og sérstaklega þegar við horfum á kynslóðarnar Sko Slóvenar eru 1,6 miljón 1961 og þeir eru 1,760.000 1991 Það rosalega lítill munur Já, það einmitt það Það mjög lítill munur Það einmitt það sko En þetta örugglega til margar stúdíur og þessu svo sem en kannski það sem áhugavert fyrir okkur auðvitað að sjá hérna það þessi áhersla á þessar þjóðir sem að síðan auðvitað voru þá miðpunkturinn auðvitað í þessum borgarastyrjöldum náttúrulega setna að því þú veist, eitt auðvitað upplausn Júgóslavíu þegar Króatía lýsir við sjálfstæði sem bjóð til styrjöld en síðan náttúrulega þessar þjóðninshreinsanir og þessi miklu stríð sem voru auðvitað í Bosníu auðvitað og síðan í Kosovo auðvitað setna eftir það. Algjörlega. Og náttúrulega mikilvægt að hafa í huga þetta Serbar auðvitað voru ákveðin herraþjóð þarna. Já. Og það þeim skilningi Serbar háðu blóðu að styrjöld auðvitað í fyrri heimsstyrjöld til þess að reyna að byggja upp stór serbneska ríkið og sameina Serbana og vildu þetta sameina þá líka Króata og Makedóniumenn og slíkt og þeir gangi gegnum blóðsúthellingar fyrri heimsstyrjaldar vandamál millistríðsáruna og ekki minnst auðvitað síðan seinni heimsstyrjöldin og svona hluti náttúrulega sitja í þjóðum og eru náttúrulega hluti af því sem maður geti kallað þjóðarsálinni þannig að það náttúrulega var þá sérstaklega viðkvæmt fyrir Serba að þeir fundu fyrir því að staða þeirra innan Júgóslavíu var hægt og rólega að veikjast með því að þeir hlutfarslega eru færri. Já. Enda ólíklegt að styrjöldin hefði orðið svona eða borgarastyrjöldin ef Serbar hefði verið 60% eða 70%. Já. Það er náttúrulega sérstaklega þegar þegar menn upplifa sig sem ógnað og þegar menn í vörn þá náttúrulega mikið meiri líkur á því eitthvað brjótist út. Einmitt. Og þetta eitthvað sem situr í Serbíu með þann dag í dag, bara ekkert skotið hérna inn. Ég ferðast í gegnum Serbíu fyrir, hvað ætlum mörg ár, 10 ár síðan eða eitthvað. Já. Og það hitti ég mitt Serba, það barst í tali mitt, NATO-stríðið og Kosovo og pappan sem mitt var frá Kosovo. Það satt mjög í honum og að hans fjölskylda hefði verið hrakin frá Kosovo og þau hefði mist heimaþorp sitt og hann gæti ekki farið þangað í dag því það var bara Albanir. Nei. En svo þetta líka kemur inn í þetta að því nú erum við búin að leggja mikla áherslu á stríð og svona en það komið inn í þetta líka friðsamlega þættir eins og til dæmis það að það meira atvinnu í borgurum. Það meira að gerast fyrir norðan, það meira að gerast í bæjum hér og þar. Þannig að auðvitað eins og með Serba, ef Serbi í Kosovo það lítið sem ekkert að gerast í Kosovo, það lítið tækifæri þar, þannig að þú ert metnað ekki og þú vilt koma þar áfram þá flytur þetta frá Kosovo og þú flytur til Belgrad eða þú flytur eitthvað annað jú. Og það náttúrulega auðvitað þú veist spekileki líka í Júgóslavíu, innan Júgóslavíu og ekki minnstu þetta efnaðarsamningar við til dæmis Vestur-Þýskaland og gífurlegu fjöldi fólk sem flytur þangað. Þannig að þetta hefur líka áhrif á hvað við segja samsetningu þjóðarinnar. Já. Herru, tölum við þessum kommunisman og Stalin og svona júgoslavinskan sósíalisman sem mjög áhugaverður. Þú nefndir auðvitað einn áður náttúrulega klofningin á milli Stalins og Títos og það auðvitað mjög áhugavert í sögulegu samhengi fyrir kaldastríðið og fyrir sögu svæðisins þá náttúrulega spilaði Júgóslavía mjög mikilvæga rullu í öllu sem átti sér stað þar af því að auðvitað þess að ég koma hérna áðan náttúrulega kommunistaflokkurinn í Júgóslavíu var framan af svona venjulegur stalinísku flokkur og Stalin, sko þess að þú varst að segja ég meina hann veitti þeim minni stuðning heldur en þú hefur kannski búist við og náttúrulega Tito sko hildur fyrir það sko að vera hérna
hann er þetta ekkert bara hildur eða svona frægur sem þjóðarhetja og Júgoslava, hann er ekkert bara frægur fyrir það að hafa reikið þjóðverjana út upp á eigin spýtur, heldur líka fyrir það að hafa staðið upp í hárun á Stalín sem hann gerði, sem var það einn af mjög fáum kommunista leiðtogum sem að gerði það. Og svo náttúrulega getur maður bent á það náttúrulega sko náttúrulega í rauninni auðvitað sko Júgoslavar frelsuðu sig í rauninni ekki sjálfir, það var náttúrulega auðvitað það sem að gerðist vera eftir að Sovétmenn höfðu gert sko gríðarlega sókn inn í Ungverjaland 1944, að þá auðvitað dróðu Þjóðverjar sér tilbaka til þess að vera ekki innleiksa sko. Algjörlega, það það mikilvæg punktur og mikilvægt að hafa það í huga. Hann hefði ekkert getað gert þetta í tómarúmi. Nei. Það er samt náttúrulega alveg grundvalla munur á því hvernig júgoslavískir kommunistar komust til valda samanborið við pólska eða tékkóslóvakíska eða ungverska kommunista. Það sem að þeir voru þetta bókstaflega bornir til valda ofan á sovéskum skriðdryggum og þetta auðvitað notuðu þeir alltaf gríðarlega sterkt og svo kemur auðvitað þetta með Vesturveldin að strax í stríðinu sko, þá auðvitað verður þetta ásteytingasteinn að sko, Vesturveldin er bleilega sem að upprunalega studdu þetta sko royalistana og útlagarstjórnin í London. Það kemur tímapunktur að sem að meira sér Bretar og þeir ákveða að styðja Tito sem er raunverulega löggilda stjórnanda Júgoslavíu. Og Stalín sko náttúrulega hann var í alls konar svona samningaplotti við Vesturveldin og það var á tímabili sko það sem að hann var að reyna að halda aftur af Tito af því að honum fannst hann vera að eyðileggja fyrir sér í hans samningum við Vesturveldin sko. Já. Og það er kannski eitthvað sem að kannski mörgum svona kommunistum þeir upplifa það sem ákveðin svik sko. Akkur og ég að vera að halda aftur af mér út af því að þú ert búin að gera eitthvað samning við kapitalistana og það er auðvitað sama og gerðist í Grikklandi eins og þú nefndir að Tito var að hjálpa grískum kommunistum í borgarastyrjöldinni þar eftir stríð og Stalín biður hann að draga úr þeim stuðningi og það er út á samningi við Vesturveldin og þetta er að sama og gerist síðan seinna þetta með Kína þegar klofningurinn við Mao verður 10-15 árum seinna að þá er það meðal annars út af því að Khrushchev á þeim tíma var í einhverju rosalegu brölti út af við Vesturveldin og NATO og var að vinna að sinni þýðu við Vesturveldin skilurðu og fannst Mao vera að skemma fyrir sínum topp fundum með Nixon með Khrushchev Kennedy og þeim og það verður ákveðnu klofningi þar líka meðal annars út af þessar afstöðu til Vesturveldana sko. Já, mitt og það sýnir alltaf bara það er þetta stórvelda pólitíki sem stýrir og ekki einhver hugmyndafræði ríkjana. Já en síðan töluðu þeir sko, þeir töluðu hugmyndafræðilegar ástæður sem þeir voru ósammála þegar kommunismannum er komið á í Júgoslavíu til að byrja með þá er hann mjög stalinískur og þeir ganga mjög langt í bara að bara herrum eftir Sovétríkjunum, það er til dæmis farið í svona það eru stofnið samyrkjubú það er farið komið á í rauninni bara svona sovjískum ríkissósíalisma sem er stjórnað ofanfrá miðstýrður efnahagur og allt en það fara á Júgoslavar sko að móta sínar eigin hugmyndir og það verður kannski þessar sérstöku júgoslavnesku leiðir til sósíalisma eða hugmyndin júgoslavneska leið til sósíalisma það kannski eflist líka eftir þessar pólitísku hreyfingar eru komnir í gang með klofningin við Stalín vegna þess að það sem að kannski stjórnaði var svolítið svona sterkt þarna á bakvið hennar klofning var meðal annars það bara Stalín þoldi ekki hversu sjálfstæður Tito var skilurðu þoldi ekki að hann væri með eigin hugmyndir og það er auðvitað eitthvað sem er kannski svona
gegnumgangandi stef í allri sögu sovjíska kommunismans og aðferðum þeirra í Austur-Evrópu og þessar það sem var í gangi í Austur-Evrópu, það einhvern veginn að sögu austur-evrópsku alþýðulýðveldan og svona einhvern veginn að þú veist, það alltaf þetta sko, þú veist andspyrna eða mótþrói við þjóðir sem að reyna að fara sínar eigin leiðir í leið að kommunisma skilur, og það er alltaf verið að berjast gegn þessu og þú veist, þau kölluðu þetta sko, þetta er kallað domestikalismi eða eitthvað skilur, sem svona neikvætt orð skilur, þetta er of mikið að hugsa þín eigin mál sko, þú fattar ekki sko að þú veist að það er bara ein rétt leið til að gera og það er mín leið. Það er þessi vísindalegi sósíalismi eða hvað maður veit kalla hann. Já, stalinismur rauninni, þessi marx-leniníska leið sem er að vera með sko þennan efnahagslega miðstýrða áætlunarbúskap skilur með 5 ára plönunum og þú veist, fókusera á þungaiðnað og samyrkjubú og svona, veist, og þetta var eitthvað sem hefði virkað í Sovétríkjunum þú veist 1930 eitthvað skilur og þá auðvitað átti það bara að vera nákvæmlega þannig alls staðar annars staðar. Já, og það er náttúrulega hangið líka saman því að náttúrulega það sem er svo áhugavert að í hugmyndafræði kommunismans þá er þetta vísindi bara á borð við eðlisfræði eða náttúrufræði eða læknisfræði eða hvað það er og þess vegna náttúrulega er það bara ein leið, þú veist, ef þú ætlar að búa til flugvél það er bara svona sem þú þarft að gera það vegna þetta eru lögmál náttúrunnar sem þú verður að fylgja og þess vegna er svo áhugavert með þennan stalinisma að það er litið að hann sé bara ákveðin hluta af lögmálum náttúrunnar og þess vegna það er bara þetta eða ekki kalli minn og þá ætlum þetta lendir mönnum allt rosalega saman auðvitað að því síðan auðvitað og eins og það sem Tito og félagar sáu þetta er alltaf svo óskilvirt en ýmsu leyti, ef þú ætlar að setja á laggirnar verksmiður og fórna hinu á þessu en þú ætlar að ná að framleiðast mikið að skriðdrykkjum og getur þá virkar þetta alveg en þú getur bara gert það í takmarkaðan tíma og þess er náttúrulega áhugavert að sjá hvernig þeir byrjað þarna en sér sjá þeir að þetta er ekki að ganga nógu vel og þá byrjaður auðvitað að opna hektorólið eins og leyfa smá fyrirtækjum með 5 manns í vinnu að opna og vera í enga rekstri og enga eigu já. Og það var alltaf svona vindur að svipa sig og svo alltaf sérstaklega kom inn náttúrulega þessi ferðamenna iðnaður Júgóslavíu sem skipti miklu máli og heilmikið ferðamönnum úr vestrinu sem heldum til Júgóslavíu og líka töluvert af fólki austanfrá og norðan, Ungverjar og Tékkóslóvakar og þannig sem líka gótu farið til Júgóslavíu í frí. Júgóslavía varð auðvitað allt öðruvísi kommunistaríki heldur en öll hinn kommunistaríkin í Austur-Evrópu af því að þeir auðvitað mótuðu sína eigin leið sem var og er sérstök. Það er þessi júgóslavneska leið sem að náttúrulega Stalin þoldi ekki og auðvitað byrjaði náttúrulega með því að þú veist þeir voru með sko Sovétmenn voru að senda allir með svona ráðgjafa og fólk sem var aðstoða við í efnahagsmálum og svona skilur og Júgóslavarnir sem að höfðu ekkert neginn alltaf þetta sjálfstraust verandi þú veist svona þú veist hafandi bjargað sér sjálfur og verið óháðir Sovétríkjunum í stríðinu að þeir einhvern veginn það gekk ekkert svo vel þetta samstarf með þessu sovétsku ráðgjafa og þetta lið sem að vera að senda og þegar Júgóslavar voru að fara til Moskvu og fund og svona þá komu þeir fram eins og þeir væru, við erum hérna sjálfstætt ríki sem er bara jafningi þinn og við erum bara alltaf með verið bara einhvern svona jafningi samskiptum og svona og þetta náttúrulega fór illa ofan í Kremlarbóndan sko. Þetta, ég gerði það. Þannig að þetta endaði með því að þeir splittuðu þarna 48 er árið sem að þeir senda þarna formlegt bréf Kominform sem að var stofnun sem að Sovétmenn komu á laggirnar í Austur-Evrópu sem allar hinnar Austur-Evrópu þjóðurnar voru með og Júgóslavar líka tóku sér saman að fordæma Júgóslava í þeirra svona sjálfstæðu leiðum að sósíalisma og það var svona upphafið af þessum klofningi sem að einkenndi síðan í rauninni allt tímabilið
frá cirka 48 til 55 sem að var það var svona ískalt andrumsloftið og hafði þetta gífulega áhrif auðvitað Sovjetmegin vegna þess að það eru auðvitað hófust svakalegar hreinsanir í öllum hinum kommunistaríkjunum á títóistum og það var auðvitað svona, þú veist, var notað sem bakteppi fyrir gríðalegum flokkshreinsunum það sem að sko menn voru handteknir og teknir að lífi á mjög stórum skala í Ungverjaland og Tékkóslóvakíu og Pólandi alls þar í Sovétríkjunum að því þeir áttu að vera svokallaðir títóistar sko. Já, einmitt. Og þá þetta mótast þessi júgoslavneski og þá spurningi, hver var þessi þjóðlega leið Júgoslava að sósíalisma? Og það grundvallaratriði þar sem að sjálfstjórnar sósíalismi sem mjög áhugavert konsept sem sagt að því að í sovéska kommunismunum þar allt þar allt miðstýrt og stjórnað ofanfrá í kapitalismanum auðvitað með enga eigu á framleiðslutækjum en í júgoslavneska sósíalismunum þar varstu með svona sjálfstjórnar elementar sem að verkamennirnir sjálfir áttu að eiga verksmiðjurnar þeir áttu í rauninni verksmiðjurnar, ríkið áttu ekki verksmiðjurnar og heldur ekki engaðalar heldur sem sagt verkamennirnir sjálfir og það kannski svona þessi svona eins og við höfum stundum talað um kommunisma og svona þessi svona hugmyndum með lýðræði sko í atvinnulífinu sko og þar virkaði þessi sjálfstjórnar kommunismi þannig að þeir að verkamennirnir sko kusu þá í svona verkamannaráð eða sovjet eða ráð, þá nú kannski ekki kallað sovjet en þá nú svona svipað þá náttúrulega það sem orðið kemur að þau kusu þá verkamannaráð sem að stjórnuðu verksmiðjunum og réðu þá kannski stjórnendur og tóku ákvarðanir þú veist rekstur verksmiðjunar og síðan náttúrulega hagnaður verksmiðjunar átti þá að fara annarkvort í auðvitað bara þessu venjulegum rekstri annarkvort í fjárfestingu eða þá að taka út arð sem var þá bara greiddur kannski út í sumum tilfellum sem bónus til starfsmannanna og þetta verður svona og svona þegar leið á já og svo náttúrulega í landbúnaði þá hurfuðu náttúrulega frá þessum samyrkjubúum sem þau höfðu komið á eftir stríð og tóku upp meira svona samvinnufyrirkomulag í landbúnaði og þetta líka enga sko og síðan voru auðvitað markaðs endurbætur líka það var komið á svona ákveðnum svona markaðslausnum sem að verksmiðjurnar gátu þá keypt og selt sína vörur líka á markaði sko þannig að þetta var mjög ólíkt sovérskum kommunisma í efnahagslegum skilningi en náttúrulega ekki hreint kapitalist samfélag heldur eins og hér mitt og síðan þróaðist þetta og kannski náðu svolítið svona hápunkti sínum kannski 8. áratugnum sko það sem að þú varst með mjög svona kommunal hugsun oft sko alveg niður á mjög svona lokal leveli sko þú veist það sem varst með eitthvað svona samfélög sko þú veist fólks sem var að taka ákvarðanir saman í einhverju svona hálfgerðu svona kommunu eitthvað sko og en svo þetta var þetta náttúrulega ekkert fullkomið fyrirkomulag sjálfsögðu ekki og það er auðvitað spillingi þessu fyrirkomulagi svo í öðru og náttúrulega flokkurinn spilar sína rullu þar kommunistaflokkurinn og síðan eru auðvitað andstæður þarna líka á milli þú veist sveitarfélaga og verksmiðja og annað en þetta svona það sem að kannski einna helst einkenndi svolítið þennan júgoslavneska sósíalisma og velmegunu þegar Júgoslavíu jókst heilmikið og Júgoslavíu þetta hægt og rólega varð stönduara og þetta heiminu hafa milli Júgoslavíu bæði milli stríðsárunum og Júgoslavíu þegar komið fram á kannski 7. áratuginn en svo náttúrulega hluti af því sem gerðist náttúrulega sama sem ögrannir sem Júgoslavíu stóð frammi fyrir sem og önnur lönd í Austurblokkinni var að tækniframfarir fylgdu ekki
nógu vel eftir í austrinu og þá var sérstaklega hvað við kemur það tölvum og internetinu og allt slíkt því að það fór að koma og auðvitað fólk náttúrulega sá þetta auðvitað og þetta náttúrulega leiddi til ákveðins löggildingar vanda auðvitað í allri austurblokkinu og það hluti af auðvitað ákveðu þessar kommúnistastjórnir fjall, það var auðvitað það að fólk í löndunum gat hort vestur og séð byrju af hverju þið með svona og til dæmis í Júgóslavíu þá var opið fyrir sjónvarp til dæmis frá Ítalíu og Austurríki. Já, þetta var miklu opnara samfélag sko. Já. Og til dæmis líka það sko að þú varst ekki með það var ekki svona lokað fyrir ferðalög eins og var í Austurblokkinni. Nei, mitt. Á Júgóslava gátu ferðast til annara landa og það var alveg fenómen að vera júgóslavneskir svona gastarbætari í Vestur-Þýskalandi og svona eins og þú nefndir áðan. Já, heilmikið að. Og túrisminu þetta líka eins og þú segir. Já, það alltaf þýtti þá alltaf ennþá meira. Þegar þú varst að ferðast og þú varst að horfa sjónvarpi frá Ítalíu og Austurríki og varst að fá allt þetta, sérstaklega komið fram á 7., 8. áratuginn, hvað þá 9. Þá sérðu þetta, heyrðu af hverju við ekki með svona? Já, af hverju geta þeir verið með þetta? Mér langar líka í svona bíl sem mikið betra en þessi sovjetbíl eða sósialistíski bíl sem ég að keyra eða mér langar í svona gallabuxur af hverju get ég keypt þetta? Ég held að þetta sko element hafi verið miklu sterkara í sko hinum lokuðu austantjálsríkjónum sko, þar sem að þú veist, það sem var miklu meira þú veist þessar raðir og þú veist, og fólk gat ekki ferðast jafn frelst og það var miklu opnara í Júgóslavíu sko, þannig að maður þarf ekki að útskýra þetta. Já, það er alveg rétt. Mikið sterkara annars staðar. Ég hef svo sem ekkert kafað alveg á dýptina í það með hvernig þessi júgóslavneski sósíalismi virkaði sko, en og hann hefur náttúrulega haft sína galla sjálfsögðu og maður getur alveg ímyndað sig, menna hvernig virkar það með rekstur fyrirtæki sem að það lýðræðisleg stjórn á því hvernig fyrirtækið rekið, veist, fyrir okkur í venjulegu atvinnulífi í dag fyrst að rauninni vera fáránleg hugmynd sko. En svo kannski eru það sem að finnst það að vera alveg frábær hugmynd sko. Jú. En þetta leiddi líka til ójöfnuðar eins og vorum að koma áðan því að sko það voru þá þessi ríku svæði Slóvenía, Króatía, það sem að gekk vel og þú veist fyrirtæki voru til dæmis í mikilli útflutningsverslun við vestrið, þú veist stöndug fyrirtæki sem voru þá þú veist rekin af verkamönnunum sjálfir, þannig séð sem voru þú veist að græða pening á því að selja vörur til vestursins og voru þá að nota kannski hluta af hagnaðinum til þess að fjárfesta í samfélaginu og fjárfesta í bónusum fyrir starfsfólkið til dæmis. Það kannski getur litið á sem svona dæmi hvernig þetta gekk vel, en svo kannski í suðrinu sko, sem var miklu vanþróaðara skilurðu og þú veist fyrirtækin voru minna stöndug. Þar var kannski þá miklu minni möguleiki til þess að ríki geti verið að þú veist gera stórar fjárfestingar til þess að byggja upp skilurðu, nota hagnaðin úr norðrinu til þess að byggja upp í suðrinu og svona eins og menn hefðu kannski geta gert ef þetta væri meira miðstýrt sko. Fattarðu, og þá var svona þessi efnahagslegi ójöfnuður á milli norðursins og suðursins líka sem bjóð til svona andstæður og hjálpaði ekki til við að lægja þessar þjóðurnis undiröldu sem að og getið líka trúið að heimsýnin spila eitthvað rullu þarna að til dæmis eitt af vandamálum myndi ég skjóta í Kosovo örugglega ættbálkasamfélagið, stór fjölskyldan og þá ef þú ber það saman við Slóveníu sem búin að vera undir kaþólskunni fleiri árhundruði og ekki minnst hluti af Austurríki og hluti af svona mið-Evrópu og mikið meira einstaklingshyggja að því það náttúrulega líka ákveð vandamál og sérstaklega þá í samfélögum þar sem mjög sterk áhersla á fjölskylduna eins og til dæmis við tökum ættbálka á Papúu Nýju-Gíneu að þá það ætlast til þess að ef þér gengur vel og þú ert að skaffa vel að þá getur ekki þá það siðferðislega rangt að nota þann hagnað í sjálfan þig
eða fjárfesta þeim hagnaði, þú verður að deila honum með hinum í fjölskyldunni já. og það þýðir þá náttúrulega að það er engin hvati til þess að byggja eitthvað upp og safna auði og fjárfesta og byggja upp fyrirtæki þannig að þú ert að stofna fyrirtæki og það gengur vel, þá verður að ráða Jóa bróðir eða Sigga frænda já, en Siggi frændi er duglaus og nennir engu Jói bróðir því miður á sín vandamál að stríða eða hvað það er og það alltaf stoppar það allt og það kemur ekki óvart að til dæmis í Kosovo og Bosníu-Hercegovínu að þú væri líka mallan svona vandamál Já, ég hef alveg séð það að tala um það að þessi svona træbal hugsunarháttu hafi ekki hjálpað til Nei. Við að byggja upp svona júgoslavneskan sjálfstjórnar sósíalisma Nei, mitt og Slóvenía er oft nefnt sem svona dæmið sem að var það sem þetta gekk best sko Já, það er ríkasti hlutin En þetta, ég er forvitin að lesa meir um þetta og væri gaman að kynna sér til mér bara arfleið þessa kerfis í til dæmis Slóveníu í dag þú veist, ég meina og það hlýtur að hafa haft eitthvað þú veist, fólk sem að kannski ólst upp í svona samfélögum það sem er svona þetta er stundur að kalla microsocialisms sko, mikrosocialismar að þetta voru svona lítil samfélög sko í þú veist, sem var verið ákveðin svona eining, svona samfélagslega einingir undir sveitafélagslevelinu sko það sem að þeir voru í rauninni svona sem við tölum kommunu sko, ekki orðið skandinaviska orðið kommuna sem því sveitafélag heldur þegar við erum að þessu það sem að hann Georg Bjartfreðsson vildi fara til í Svíþjóð ég sé það svolítið fyrir mig svona, þú hlutað ykkur svona samfélagsskilur og þið eru að gera eitthvað saman og síðan eru íbúafundir sem eru að kjósa eigum að nota hagnaðin til þess að byggja leikskóla eða eigum að nota hagnaðin til að byggja þetta eða að gera svona og það hlýtur að setja sín spor í samfélag sem að alast upp við svona það hlýtur að vera svona það hlýtur að áhrif algjörlega Nei, þetta er áhugavert En já, svo er það náttúrulega non-alignment stefnan sem að þetta er ekki eftir að tala um Júgoslavíu, sósíalísku Júgoslavíu þess að nefna. Það eru þetta samtök sem að voru stofnuð á 7. áratugnum sem að heita á íslensku hvað heitir það, samtök hlutlausra ríkja, heitir það ekki á íslensku? Non-alignment movement. Já. Ég bara veit það ekki þetta verið. Já. Og þetta er auðvitað svolítið svona þriðja heimsdæmi sko. Já. Það er rauninni bara Júgoslavía og Kýpur sem voru meðlimir í non-alignment stefnunni. Já. Í Evrópu. Já. Til mér eins og Austurríki, Svíþjóð, Finnland voru ekki í þessu þetta. Nei, mitt. En þarna auðvitað markaði auðvitað Júgoslavía svolítið svona, tók svolítið svona fórustu hlutverk þarna, það voru auðvitað önnur ríki þarna sem voru mjög sterk, Indland til dæmis og ég held á tímabili hafi öll Afrika verið í þessari hreyfingu. Já, en Tito náttúrulega hafði svo ofboðslega mikla löggildingu og mikið kallað svona ákveð kapital þegar hann kemur út úr seinni heimsstyrjöld frelsa Júgoslavíu auðvitað ekki í tómarúmi, það er ástæða fyrir af hverju náðu því en engu að síður, hann tókst það að byggja þetta ríki þannig að hann hafði auðvitað svo mikið stuðning líka á alþjóðavettvangi og hann spilaði náttúrulega mikið á það og gerði sér mat úr því og talaði náttúrulega sérstaklega fyrir friði og var náttúrulega mjög upptekinn að því að það var að halda á loft ykkur í friðarstefnu og reyna að koma í veg fyrir að það myndi brjótast út heimsstyrjöld. Það var náttúrulega hluta til út af náttúrulega öllum þeim hryllingi sem hann upplifði í seinni heimsstyrjöld. Já. Auðvitað kjarnorkuváin og allt þetta og við náttúrulega bara hræddur tilvist auðvitað eigins ríkis því það var auðvitað mikil ógn við Júgoslavíu eins og þegar hvað við kallaða byltingin eða óeirðnar í frelsistilraunin, hvað maður vil kalla það í Ungverjalandi og Rússar rúlla bara inn með skriðdrykkana eða í Prag og Tékkóslóvakíu og allt slíkt. Þetta var alltaf mikil ógn við Júgoslavíu sem náttúrulega er svona nálagt þessum löndum og alltaf á landamæri að Ungverjalandi. Já.
og þá náttúrulega var sérstaklega mikilvægt þetta fyrir Tito að reyna að halda Úkraínu, Ungverjalandi Júgóslavíu veitum allt þetta, ég finn það, ég svolítið þreyttur núna Júgóslóvakíu já, ég veit já. En það var einmitt, og þá var náttúrulega mikilvægt að hafa það auðvitað í huga þegar maður að reyna að skilja hans alþjóðastefnu já. Þá var það auðvitað bakgrunnurinn já. Tito þetta var náttúrulega til alveg ótrúlega mikið að myndum og honum alltaf með einhverjum alls konar þjóðaleiðtogum frá öllum heimsálum og var mikið með Nasser og Gaddafi og Kúbu þetta líka já og ótrúlega hvað hann ferðaðist já og náttúrulega þetta var þetta mjög svona afrískt þessi afrískur svona bragur á non-alignment stefnunni já en hún auðvitað var líka mörg ríki sem að voru í því sem að voru nú alveg oft mjög hliðhöll hinum að þessum stórveldum líka sko margir auðvitað sem voru með aðra löppuna inn í bandaríska heimsveldinu sko eða sovjíska sem ber Kúbu til dæmis ég held nú að Kúba hann ekki verið formlega með í þessu svo sem en nei var það nú ekki kannski setna þeirra framleiða á, ég veit það ekki, googla það já eins með þetta svo margt annað, peningarnir það sé jú, Kúba var meðlumur já þó svo þeir hafa nú verið sterkur bandamaður Sovétríkjanna já það er kannski komið setna en þetta auðvitað var til þess að það var alltaf ágæti samskipti auðvitað þá við bæði Austurblokkina og Vesturblokkina og alltaf fekk auðvitað þá lán til mis frá báðum aðlum og tækni aðstoð frá báðum aðlum, báðum blokkum og það var nú kannski við fyrir með svona að fara að nálgast svona þetta margt í þessu þetta sem er mjög áhugavert til mis líka bara, þú nefndi stríð sko, það var alveg raunverulega hætt á því til mis að Sovétmenn myndu gera innrás í Júgóslavíu snemma í klofningnum við Stalin algjörlega og svo er talað að Stalin hafi reynt að myrða Tito hann hafi gert mjög marga tilraunir til þess að taka hann á lífi mitt og það var aldrei tekist sko nei, verið svo Castro liðið þetta alltaf ég man ekki hvar ég heyrði það var eitthvað sagt sko að ég veit ekki hvort þessi satt eða ekki ég las það eitthvað að Tito hafi skrifað bréf sko til Stalins þar sem hann sagði þú ertu búin að senda sko 20 eða eitthvað menn til þess að drepa mig sko viltu vinsalegast hætta að senda þessa morðingja á mig ef þú hættir því ekki þá sendi ég morðingja til Moskvu til þess að taka þig og ég get alveg fullið segðu það ég mun ekki þurfa að senda annan sjálf ekki dýr henni keypti ekstar en kannski þetta sýnir svolítið svona hvað þessi klofningur auðvitað við Stalin náði langt og það voru hugmyndir að sumir hafa sagt að Stalin hefði getað stoppað þetta allt saman með því bara að gera innrás svona strax 47-8 og kannski hafði hann jafnvel komist upp með það og svo Balkan sambandið hugmyndin Balkan Federation eða svona sambandsríki á Balkanskaga þetta er líka mjög áhugaverð í þessu samingi það voru hugmyndir að sameina Júgóslavíu og Búlgaríu og Albaníu, Rúmeníu og Grikkland ef Grikkland hefði orðið kommunistiríki og meira segja sko vildi Stalin þetta og Stalin allavega að Búlgaría og Júgóslavíu myndu saminast og hann talaði fyrir því sko áður en þeir klufu sig sko en Tito var skeptiskur á þetta vegna þess að hann vildi ekki opna fyrir sko að fá búlgörsk áhrif inn og svona hann þetta fjall um sjálft sig sko en þú getur nú alveg myndað þér ef að það hefði orðið úr svona stór Júgóslavíu sko með Albaníu og Grikklandi og Rúmeníu og Búlgaríu þá hefur hann alltaf sannarlega verið að koma með þriðja aflið, þriðja pólinn mögulega þá eru komin aftur með Austurríki Ungverjaland sko tegunda stórveldi í Evrópu sko já, það er áhugaverðar pælingar en það mikill ágreiningur út af milli þessara landa þegar við horfum tilbaka núna og þetta var ekkert annað en draumórar en samt auðvitað áhugavert að menn hafi látið dreyma þetta
og unnið að þessu þetta ákveðun leiti Mhm. en það eitthvað mikið sem það þurft til að þetta hefði gengið eftir Já, en þau voru samt alveg komnir ansi langt sko með Búlgaríu já, í samningaviðræðum það það voru komin lengst þar getur verið áhugavert að getur nú kannski gert þátt það tjóðan. Svona sabbatlergi á Balkanska Já, það var rétt að gera það Heyrðu, þetta áhugavert við erum kannski að fara að nálgast endan í þessum umræðum Júgóslavíu en þetta gekk illa hjá þeim þarna þegar að fóra líða undir lok já, mikla skuldir, þið voru náttúrulega líka alveg stór skuldu Júgóslavía með mikinn skuldaklafa á bakinu frá alþjóðagjaldeyrissjóðunum og svona í þessum efnahags erfiðleikum sem þeir áttu við að stríða þarna á 9. áratugnum nei, mitt atvinnuleysi og verðbólga og já, einmitt en já, við kannski förum þá bara að segja þetta gott, eða ekki? jú, það tala um margt annað en við ætlum bara að spjalla það lengi með þetta núna en ég sé fyrir mér að við þurfum að koma aftur að Júgóslavíu og þá taka fyrir fall Júgóslavíu þá og borgarastyrjöldina og þá kannski svona grunninn að þeirri stöðu sem þá einmitt í fyrir Júgóslavíu í dag það ætla að vera áhugavert efni í þátt og okkur Króatía eins og hún og okkur Króatía í Evrópusambandinu með Slóvenum en Serbarnir ennþá fyrir utan og eitthvað slíkt Nákvæmlega, þetta mjög fjölbreytt svæði eins og við töluðum hérna þegar við töluðum Júgóslavíu síðasta þetta og mér er svo sérstaklega áherslu þetta að það er ekki tilvíðun að Slóvenía og Króatía flugu svona tiltölu auðveldlega inn í Evrópusambandið og hluti af því í dag á meðan að hinn ríkin fyrir utan og það er náttúrulega bara út af því að þetta eru lönd sem voru á yfirráðasvæði Austurríkis og Austurríkis-Ungverjalands og þannig er þá að tala það bara hvað heimsýnin og hugmyndasagan hefur þetta gífurlega áhrif og til þess að reyna að skilja samtíma þarf maður ofta að fara mörg hundur ár ef ekki 1000 ár aftur í tíman einmitt fá yfirsýn yfir svo löngu línur og meðan allir það langt í það að Kosovo eða mögulega Bosnia-Herzegovina sé eitthvað að fara inn í Evrópusambandið það var nefnilega grein hérna sem ég fann á netinu eftir Jasna Dragovic Soso sem fræðimaður eða kona ég veit ekki hvað skins nafnið sem að taka saman hérna kenningar fall Júgóslavíu sem auðvitað eru mjög margar og mismunandi og því ég skipti hérna upp í 5 flokka það er þess að nummer 1 útskýringar sem að tengjast einmitt svona long durée djúpum þáttum sem leggja áherslu á svona fornt hatur eða clash of civilizations menningar stríð fornt hatur þjóða á Balkanskaga og svona arfleifð heimsveldana Ottomanríkisins og Austurríkis-Ungverjalands svo hérna nummer 2 útskýringar sem tengjast arfleifð 19. aldar þjóðurnis stefnana á Balkanskaga og fyrstu hugmyndunum að stofna Júgóslavíu næst ríki og tilraunin á millistríðsárunum sem við töluðum með í síðasta þetta sem að menn hafa geta það sem útskýringar þar sem að leggja á baki þess sem gerðist á 10. áratugnum Númer 3 þá hafa menn bent á einmitt útskýringar og kenningar sem fókusera á arfleifð júgóslavneska kommunismans og ákvarðanir sem voru teknar á þessu tímabili sem við vorum að tala um í dag að búa til svona federal kerfi og brjóta þetta upp í svona stjórnsýslueiningar og auðvitað líka náttúrulega mér eins og þú sérð þú veist, með Sovétríkin náttúrulega þegar Sovétríkin hreinja náttúrulega færðu 15 þjóðríki sem eru náttúrulega bara búin til nákvæmlega eftir federal kerfinu í Sovétríkjunum einmitt, já þú veist þannig að þegar Lenin ákvaða að leyfa Sovétlýðveldin þá er hann búin að leggja grunn að 15 sjálfstæðum ríkjum í framtíðinni sko já, einmitt þú veist, ég minna eins og hérna, finno-úrgíska hvað heita hérna Karelo-finska Sovétlýðveldið sem Stalin stofnaði 1900
og 40 Mhm. það var lagt niður á 7. áratugnum. Veist, ef að hann hefði ekki lagt það niður þá væri það sjálfstætt ríki í dag sem myndi líklegast heita bara karelska lýðveldið. Já, mitt. Svo nefnir hann hérna númer 4 útskýringar sem tengjast hruni Júgóslavíu á seinni hluta 9. áratugarins sem einmitt þessi efnahagslega krísa sem þau voru kominir í, lánabyrði og annað, og svo að lokum alls konar kenningar og útskýringar sem að tengjast utanaðkomandi þáttum. Þannig að eins og ég segi, það eru örugglega eins margar kenningar og útskýringar eins og það er aldrei ein útskýring á einhverju. Nei. Og það réttasta er auðvitað samblanda af öllu þessu. Það er venjulega þannig. Nákvæmlega. Sérstaklega ekki að tala um söguna. Nákvæmlega. Herðu, þá held ég við segjum þetta gott hér af hlaðvarpinu Söguskoðun í dag. Þetta var svona smávegis yfirferð Júgóslavíu á kaldastríðsárunum. Við snúum þá hér aftur í næsta þætti. Við minnum hlustendur sem fyrr á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com og söguskoðun@gmail.com sem er netfang þáttarins, og hvetjum hlustendur til að kíkja á okkur á Facebook, og svo er hægt að styrkja hlaðvarpið með því að kaupa handa okkur kaffibolla ef menn vilja styrkja við þetta málefni sem hér er verið að gera í hlaðvarpinu Söguskoðun. Við snúum þá hér aftur með eitthvað allt annað, og þá kannski reynum að fara í eitthvað svona eins öðruvísi. Við erum nú búin að vera núna svolítið lengi í 20. öldinni, eða ekki Ólafur? Fyrir utan við erum að tala um Jörund, þannig að kannski við prófum við að fara eitthvað aftur í tíman næst. Já, við höfum að reyna það. Það er aldrei að vita hvað það verður, en við kveðjum þá héðan í dag og sjáumst í næsta þætti. Verið sæl.